Frumeindamassi segir okkur til massa einnar frumeindar af einhverju tilteknu frumefni. Við flettum frumeindamassanum upp í lotukerfinu, hann líka stundum kallaður atómmassi, það í sjálfu sér það sama. En í lotukerfinu frumeindamassin gefin upp við hliðina á efnatákni frumefnis, við skulum skoða til dæmis helium, þá stendur hérna fyrir ofan 4,0 og hér stendur 2. Þetta frumeindamassin, þetta hér sætistalan. Sumir muna að bara frumeindamassin efri talan og sætistalan neðri talan, en sumir eiga erfitt með að muna það. Þá hægt að muna það að ef maður horfir á lotukerfið, þá hækkar sætistalan alltaf 1 eftir því sem maður fer lengra til hægri. Nóg að horfa bara á það sem eru nokkur efni í röð. Önnur talan hækkar alltaf 1 eftir því förum 1 efni til hægri. Frumeindamassin gerir það ekki endilega. Stundum lækkar hann, stundum hann óbreyttur, en yfirleitt hækkar hann, en ekkert alltaf nákvæmlega 1 heilan. Frumeindamassin líka með kommu, sem að sætistalan ekki. Þó það sé oft 0, þá alltaf komma. Og það hægt að skoða þetta til þess að sjá hvort frumeindamassin. Ef við að reikna frumeindamassa, þá þurfum við að vita fjölda róteinda og fjölda nifteinda í kjarna frumeindarinnar, því að frumeindamassin gefin upp í svokölluðum U-einingum og ein róteind og ein nifteind hvorum sig 1 U. Rafeindirnar sem svífa í kringum kjarnan eru svo litlar að það telja varla með þarna, þannig að það nóg fyrir okkur að leggja saman fjölda róteinda og fjölda nifteinda og þá fáum við frumeindamassan. Eins og hjá helín þá eru 2 róteindir, 2 nifteindir, það gefur okkur frumeindamassa upp á 4.